Þetta er verkefni 9 í Excel í F-hlutanum, 09 if. Ég er búin að blanda saman tölum og texta, þannig að fyrir aftan töluna standi ára, en talan sést bara hér. Ég valdi það hér í custom, eins og sést í bókinu og hefur verið farið í áður. Nú ætla ég að setja formúlu hér, if-fallið, smelli hérna á F-snappinn, finn if í listanum, það er kannski ekki alveg á sama stað hjá ykkur og mér. Það fer eftir í hvenær ég notaði fallið síðast og OK. Og ég segi hér ef B2 er jafnt og 1, þá á að standa piltur, annars á að standa stúlka. Þú þurfa ekki að skrifa gæsalappirnar hérna í kringum piltur eða stúlka, þegar það koma sjálfkrafa, sem við sjáum hér. Þessa formúlu get ég afrita hér niður og ég setti þetta hérna til að þetta er í bókinni að svona samanburður gilda. Við þurfum oft að bera saman tölur þegar það er unnið í Excel og hér vorum við að segja ef talan í B2 er jöfn og 1, þá annars og svo framvegis. Hérna er heildarfjöldinn, hvað eru margir nemendur eða þáttakendur. Þá er ég stödd hér í hólfinu. Ég fer í AutoSum og segi count numbers og hún kemur með rétt svæði. Teldu hvað eru margir á svæðinu B2 til B11. Ef það hefði verið til dæmis ártali eða prósentutali hér fyrir ofan, þá hefðum við viljað taka það með. Þannig að þá hefðum við þurft að afmarka svæði sem við ætlum að nota. Nú ætlum við að telja hvað eru margir piltar á svæðinu. Þá förum við hér og förum í count if-fallið. Ef það er ekki listanum hjá okkur, þá skrifið það hér á línuna og smellið á go. Það er hérna hjá mér og ég segi OK. Og ég segi hvað eru margir á þessu svæði hér sem eru með tölunni 1 hérna. Það eru 3 og ég fer aftur hér í count if. Og hvað eru margir á þessu svæði hér sem eru merktir með tölunni 2. Það eru 7 og það passar. Þetta eru 10 manns, 7 stúlkur og 3 piltar. Og ég ætla að vista.